Gudda mín, þú kemur alveg mátulega til að hjálpa mér að syngja. Byrjaðu þá. Og þú telur með? Já. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Og stundin okkar er byrjuð. Heyrðu, hvað er Grímur? Grímur, hann er í fríi í dag. Ó. Grímur og Jórunn Katla þau fóru upp í sveit að heimsækja strákana sínu. Heyrðu, Helga, ég ætla að verða ballerína fyrir honum stór. Ballerína? Já, ég ætla að dansa Svanavatni og Þingvallavatni og heita vatni og kalda vatni. Ertu hætt við að vera leikkona? Nei, nei. Nei, hvað ertu með? Þetta eru táskónir mínir. Sjáu þið. En hvað þeir eru fallegir. Ég kann alveg að dansa á þeim. Heyrðu. Það hlýtur að vera erfitt að dansa á svona táskóm. Nei, nei, frænka mín gaf mér það og svolítið stórir. Heyrðu, mér vantar bara eitt. Það er ballettbúningur. Já, en áður en þú ferð að læra að fara á táskó, þá verður þú nú aldeilis að fara í dansskóla. Já, en heyrðu, getur ekki bara búið til búning á mig úr þessu efni? Þetta er svo flott. Jú, ég gæti nú reynt það, Gudda mín. En það er bara eitt. Ég var að æfa mig áðan heima. Já. Og ég dett alltaf á rassinn. Ég held ég vita af hverju það er. Af hverju? Það er að þú ert með hárið ofan í augunum. Og ég skal klippa á því toppinn og þá gengur þetta betur. Já. Hæ, stelpur. Nei. Sælvertu, hver er þú? Áttu heima hérna í Kærabæ? Nei, ég hef mér bænum okkar. Hvernig bær er það? Heyrðu, kannst þú að dansa ballett? Ég kann að syngja. Heyrðu, segðu okkur frá bænum ykkar. Bærinn okkar, hann er reglulega stótur. Já. Hann er með fallega götur og nýmálið hús. Það er bara vest á svo mikið að rekkju sínu þar. Og vestur er hann Fúsi Froskagleipir. Hvernig er Fúsi Froskagleipir? Hann er með gul augu sem skjóta gnistum. Heyrðu, af hverju er hann kallaður Froskagleipir? Það er sagt hann einu sinni gleypt lifandi frosk. Það þorir enginn að koma nálægt honum. Einu sinni ég af Jakob vinu minn. Hvað ertu að segja? Langar ykkur að sjá hann? Mér finnst svo æðislega gaman að rekja sínum. Segðu okkur meira frá honum. Hann segir nú margt ljótt. Þið skulið bara vara ykkur á honum. En leikritið að Fúsa Froskagleipi, það var sýnt hjá leikfélagi Hafnarfjarðar. Þeir segja ég sé lúmskur og leiðinlegur dýr. Latur undirföruð hálfgert óargadýr. Þeir segja að það sé klárt mál hvar ég að lokum hafni. Í helvíti vinur, best að rísu til landi. Ef allir er á einu máli að ég sé ljótur, ég ætla bara að verða sem allra mestur brjótur. Þeir segja að það sé klárt mál hvar ég að lokum hafni. Í helvíti vinur, best að kann ekki til nafni. Þeir segja að í æsku að ég alltaf borða frosk. Það er argasta lygi, ég á dísuflög og þorsk. Þeir segja að ég líkist þessu litla græna dýri sem lifir mest á flugum og höndum út í mýri. Oj! Valera, valera, og ég fæ ekki vitund að ég er. Valera, valera, og bíllinn munur fá að kenna á mér. Valera, valera, með sandpapír, ég nutta nefið á mér. Valera, valera. Mér finnst að Fúsi Froskagleipir ansi orðljótur. Það verð ég að segja. Oj, bara það. Ekki vildi ég mæta honum í myrkri. Nei. Einu sinni plötuðu ég og Jakob Fúsa alveg rosalega. Nei, segðu okkur frá því. Þá var hann að leita okkur til að lemja okkur eins og vanalega. En við vorum sko öruggir í garðinu hjá Jakobi. Þangað til að mamma þurfti endilega að senda okkur út í búð. En þá fengum við líka frábæra hugmynd. Sjáum við bara. Já.
Ötugum nú dæmið ungi sveinn, væri ráð að gera úr okkur einn. Á herðum þér þú hefur mig sem fyrst, við horfum yfir bustir þök og rist. Það okkar eina vörn og von, í veröld mestri hagköpum og hrón, að veita öðrum lengdar skeltum lit og lyfta oss á æðra plan og svið. Við berum höfuð hátt sólarslóð og horfum niður á bús og önnur kóð. Það furða hvernig virðing vex, við sentimeter umfram 206. Það var gott að þið gáttu flata fúsa. Já, við Jakobi brölluðum allt saman. En nú langar mig að spyrja ykkur einu. Tókuð þið þátt í myndasamkeppni barnaútvarpsins kappa og kjarnakonur? Nei, ég kann ekki að teikna. En þú, Gudda? Ég sendi eina mynd sem ég teiknaði sjálfur mér, en ég fékk ekki verðlaun. Ekki einu sinni fyrstu verðlaun. Nú, það ekki nema von, því að það átt að teikna myndir úr Íslendingasögunum hjáninni reynslu. En nú skulum við sjá myndir frá þessari samkeppni og það hún Sigurlaug Jónasdóttir sem ætlar að segja okkur frá þessari keppni. Hvað ertu með? Nú, ég að búa til ballettbúning. Heyrðu, Helga, viltu búa til ballettbúningi minn á meðan? Ég að því. Vá, hvað verður fallegur. Í vetur voru fluttir þættir úr Íslendingasögunum í barnaútvarpinu. Hétu þeir Kappar og kjarnakonur og byggðu á atburðum úr Egilssögu, Laxdælasögu, Grettissögu og Njálssögu. Barnaútvarpið efndi til teiknisamkeppni af þessu tilefni og bárust 200 myndir í keppnina. Fyrstu verðlaun hlaut Fanny Long Einarsdóttir úr Kópavogi fyrir mynd af 2 köppum í bardaga. Önnur verðlaun hlutu Lárus Arnór Guðmundsson, Stefán Birnir Sverrisson og Sigurður Bjarni Sigursson úr Svarfaðardal. En þeir máluðu saman mynd af Gunnar á Hlíðarenda að vega mann og annan við Rangá. Þriðju verðlaun hlaut svo Þorsteinn Bragi Valdimásson frá Selfossi sem teiknaði mynd af Skarphéðni Njálssyni þar sem hann rennir sér fótskriðu á Markarfljóti og hjó Þráinn Sigfússon í herðarniður. Margar myndir voru af brennunni að Bergþórskvoli, þar sem Njáll og fjölskylda hans voru brennd inni. Kári mælti til Skarphéðins. Hlaup þú hér út og mun ég beina að með þér, en ég mun hlaupa þegar eftir og munum við báðir í braut komast ef við breytum svo því að hingað leggur allan reiki. Þú skalt hlaupa fyrri, en ég mun þegar á hæla þér. Ekki það ráð, því að ég má vel komast annar staðar út og að hér gangi eigi. Eigi vil ég það. Hlaup út fyrri, en ég mun þegar eftir. Það hverjum manni boðið að leita sér lífs meðan kostur og skal ég svo gera. En þó mun nú sá skilnað með okkur verða að við munum aldrei sjá síðan. Því að ef ég hleyp út úr eldinum, þá mun ég eigi hafa skap til að hlaupa inn aftur í eldin til þín og mun þá sína leið fara hvor okkar. Það hlægir mig ef þú kemst í braut máur að þú munt hefna vor. Þá tók Kári eitt stokk loganda í hönd sér og hleypur út eftir sverðtrénu, slöngvi þá stokkinum út af þekjunni og fellur hann ofan að þeim, úti voru fyrir, þeir tupu þá undan. Þá loguðu klæðin öll á Kára og svo hárið. Hann steypir sér út af þekjunni og stiklar þá með reykinu. Grettir Sterki Ásmundarsson var einnig vinsælt myndefni, ekki síst þegar hann átti í höggi við galdranornina og fóstru Þorbjarnar Unguls. Nú legg ég svo á, Grettir, að þú sért heillum horfin, allri giftu og gæfu og allri vörn og visku, æ því meir sem þú lifir lengur.
haldi ég að þú eigir eftir fáa gleði daga. Hvaða ill þýðir á skipinu með þeim? Ég hygg að það sé kellingin, fóstra Þorbjarnar. Fussum þeirri gerninga vætti og var ekki von á betra frá henni. Hefur mér ekki brugðið meir við nein orð en þess hún mælti. Og það veit ég að af henni og hennar fjölkingi mun ég hljóta illt. Skal hún hafa þennan stein til minningar mig. Jæja, gutta mín, ertu nú ánægð með búninginn? Er ég ekki flott? Sjáu bara, krakkar. Nú get ég dansað Svanavatnið og Þingvallavatnið alveg endalaust. Ekki gæti ég verið í svona búningi. Þú ert heldur ekki ballerína. Nei, ég held að það sé langbest fyrir mig að vera í svona gallabuxum. En ætlar ekki að klippa hana Guttu? Jú. Býttu aðeins. Á ég kannski að klippa þig? Nei, þú myndir áræðilega snóklippa mig. Svona, róleg gutta mín. Nú ætlum ég að klippa þig. Svona, vertu nú alveg kyrr sem það ekki í augun. Og nú byrjum við, og ég ætla að klippa þig svo þú sjáir vel. Já, svolítið erfitt að klippa hana Guttu því hún er svo þykkt hár. Og má ég sjá? Já. Svona, já. Aðeins betur þannig líka. Býttu, aðeins meira hérna er það ekki? Má ég sjá? Klippt af henni eyrun. Ég er ekki búinn. Svona. Hvernig finnst ykkur þetta? Svona. Á ég kannski að klippa þig? Nei, ég get sko alveg klippt mig sjálfur. En ættum við núna að sjá eitt þátt Sævar, Örn og Sólhlörugna-hundinn Sólmund? Já, við skulum gera það. Sævar Örn Rúnarsson hefur tekið að sér létt viðvik fyrir Guðfinnu ömmu sína mánaðar tíma meðan foreldrar hans er á námskeiði í þekktum lýðháskólabæ á Norðurlöndum. Í síðasta þætti fylgdust við með því hvernig óheiðarlegur fornkaupmaður varð fyrir barðinu á Sævari og Sólmundi undrahundi sem galdraði 1 bílstýri, 4 dekk á felgum og sjálfan sig inn í gamalt útvarp. En hvernig vegna Sævari og Sólgleraugnahundinum í samskiptum við hrekkjusvínið í götunni, Tómas Ragnar á 27. Ég get þetta ekki. Maður þarf hamar. Ekki svona stóran. Ekkert fyndið, Sólmundur. Getur aldrei galdrað neitt almennilegt. Göggiborg. Ekkert fyndin. Hvað kom fyrir í hjólið? Ekkert. Svona, segðu nú Sólmundi undrahundi hvað kom fyrir, Sævar minn. Já, ég skal gá hvort hún Guðfinna á ekki minni kleinur. Jó, ég var að hjóla. Já. Til búð fyrir ömmu Guðfinnu. Kaupa hálfseitt rúgbrauð. Og poka tvíbökum, 2 potta mjólk og lyftiduft ef það er til. Og svo þegar ég ætlaði að fara út og kom þá að Tómas rekkju sína hoppa hon á hjólinu á mér stórum stífunum. Og það gat ég ekki svona hjólað á hjólinu. Gleymdi ég hvað ég
hægt að kaupa og... Þetta ónýtt. Svo að ég hef nú galdrað hana eins og eina ómerkilega hjólgjörð. Já, ég get sagt þér það, Sævar, að 1924 voru við afiðinn að sigla fyrir horn. Það var sko... sem sagt, ég hef nú bjargað öðru eins og þessu. Látum okkur sjá. Næstum því heilagt nafn, enega, menega, hjól og dekk og loft og lag og... Sko, þú galdrar alltaf eitthvað vitlaust og alltaf úr sportkjöri. Já, heyrðu, ég var búinn að gleyma og skautar, sleðar og hjól eru saman. Það býtum við. Salefsor og rótos, ræstrákar, hjól og loft og lag og... Skal bara hætta. Ég verð þá bara alltaf að labba út í búð. Enega, menega, klárir í bátana, hún veður síldin, hjól og dekk og... Jæja, góði, þarna hefurðu gjörðina. Ég held þá bara áfram með kaflanum frostaveturinn mikla. Höfðu við þá verið matarlítlir, matarlausir. Sólmundur, þú ert sko flinkasti undrahundur í öllum heiminum. Það var sko engin svona kláran sólgleraugnahund eins og ég. Eða lamparnir sem þú galdraðir óvart daginn sem áttu að vera grindverk. Þeir eru allir flottir. Svo ertu líka svo mikill rithöfundur. Jæja, ég ætla að fara að setja dekkið á. Hvað? Það er komið á. Takk, Sólmundur. Hann elskaði Hilfur, hann rithöfundur, já. Því fór hann hungur og sjó. Hæ, kröfuskjóða. Ferlega er þetta gamalt og astnalegt hjól og það er rautt. Þetta er stelpuhjól. Þetta er ekkert stelpuhjól. Og víst. Hann pabbi minn segir það og hann er líka málari og svo eru líka allir krakkarnir alltaf að hlæja þér. Iss, þú ert nú nýbúinn að taka hjálpardekkinn undir þínu hjóli. Er ég búinn að... Konan í búðinni sagði mér það. Ég skal sko láta þig... Það er sprungið aftan hjá þér. Það er sko ekkert sprungið aftan hjá mér. Já, og nú skal ég skal sko skemma hjólið þitt og láta svo pappa minn keyra yfir það. Já. Matarlausir. Heyrðu, hvað er nú? Hérna, hann Tómas Ragnar, hann ætlar að skemma hjólið mitt og láta pappa sinn keyra yfir það. Byrðan að líta á framdekkið sín.
skal ég sko spegla hjólið þitt í klessu, já. Heyrðu, Sólmundur? Hérna, pappans Tómas alveg ógeðslega stór, hann alveg eins og ísbjörn. En nema hann með gleraugu, hvað heldur hann gerir við mig þegar hann sér hjólið? Hann sér það ekkert svona. Pappi ekki heima, en hann kemur bráðum og ég sagði mömmu allt. Og hún ætlar að segja pappa allt hvað þú gerðir og hann raskellir þig og kærir þig og allt og ömmu þína líka. Og það ég búin að eyðileggja hjólið mitt. Eyðileggja hjólið mitt. Já, það held ég nú ekki. Nú, á hverju? Heldur þú að þú ráðið að pappa minn þegar hann reynir á sig? Nei, ég held bara að hann haldi að mamma þín og þú séu bara eitthvað skrítinn. Og á hverju? Og það allt í lagi með hjólið. Allt í lagi með hjólið mitt? Já. Mamma! Í kvöld ég sigl á sænum, í svala ljúfa blænum. Heyrðu, ætlarðu ekki að syngja meira fyrir okkur? Já, gerðu það, þú syngur svo vel. Kannski gæti ég orðið söngkona líka? Finnst þér ekki nóg að dansa á tánum? Nú sé ég svo ofsalega vel, ég get bara gert allt í einu. En þetta verður síðasta lagið okkar í dag og við sjáumst aftur næsta sunnudag. Verið bless. Bless, krakkar! Hvað verri lífsins fljóta tafli en lágmarksbóta stærð og vöðvaafli og hvaða væri verulega gaman að geta vafið ljós og staurum saman hvílík hvín að vera bara putti konsulíðir vöðvalinur gutti þetta mín bæn til æðstu himinsstöðva ensku drottin veit mér stærri vöðva Ó, hvað það væri verulega gaman að geta vafið ljós og staurum saman. Við reynum þennan draum játt allar nætur að